Já, sæll orðið minn, nú ætlum ég að byrja á byrjuninni, þar sem allt þetta ævintýrið byrjaði og er svona grunnurinn að mínu lífi í dag og grunnurinn að fjölskyldu þinni og grunnurinn að þessu öllu saman. Og það byrjaði árið 1974 og það er nokkuð langt síðan. Það eru 43 ár síðan. Ég var 17, nýkominn með bílpróf, sumarið 74. Gunna tengdamóðirin, hún var 15 og ég var ég bjó fyrir vestan á Flateyri og kom suður einhvern tímann vorið 74 og ætli það hafi verið 75. Það er ekki kláraði, 74 eða 5. Og þá hitti ég Gunnu í partíi með hjá Hermanni félagi mínum og sem var með henni Hröfnu. Og við kynntust hvort öðru, ég og Gunna og ég var náttúrulega bara yfir með ástfangin og ég held að hún hafi verið það líka, það veit ég ekki. Og það var til þess að ég brunaði vestur á Flateyri og pakkaði saman dótinu mínu og keyrði svo suður aftur til Reykjavíkur og bjó í Vesturberginu, íbúðinni sem mamma átti þar. Og við byrjuðum saman, ég og Gunna. Og á þeim tíma þá, við vorum ung, sko, ég meina 17 og 15, það er ekki, það er bara krakkar í dag. Þó að á þeim tíma, sko, ég meina, ég var 17, ég var í fullri vinnu, sko, og ég var til sjós og var í fullri vinnu á þessu tíma. Og Gunna líka, hún var að vinna í einhverju vettlingafyrirtæki og við byrjuðum saman þarna og það var náttúrulega mikið líf í kringum okkur, sko, það var mikið af félögum og mikið svona, mikið drukkið og langar veislur og alltaf verið dett í það og fara á Röðul og Þórskaffi og alla þessi staði og líka alls konar útilegur og útihátíðir og svona. Og þá var ég, sko, í Eyktarsskagann að ég hef náttúrulega verið vestur af öllum, sko. Ég var almesta fyllibittan í félagahópnum og þú veist að einhvern tímann vorum við, sko, á Laugavatni, einhverja helgi og ég þjóraði alla nóttina, sko. Það var allir farin að sofa nema ég og ég var á fyllir í alla nóttina og daginn eftir var ég á fyllir í líka, sko. Og ég var með útum brennivín og það var ekkert mál, sko. Það virtist alltaf vera hægt að verða svo út eitthvað að drekka, sko. Og þarna var ég, sko, ég var langvestur, sko. Langur, svona, þarna var ég, sko, komið með bara, sko, alvarlegt áfengisvandamál. Það var ég, sko, ég meina, ég lenti í útistöðum við alla, ég lenti í útistöðum við lögguna og slóst og keyrði fullur og veist, var bara mjög svona almennt erfiður, sko. Erfiður í umgengni og en hvaðan það, við vorum saman, sko, og síðan flýtti ég heim til hennar þá bjuggu foreldrar hennar á Langholtsheiðum og ég flutti inn þar. Byrjaði til sjós með pabba hennar, sko. Og það var helviti gott, sko, það voru miklu peningar í því, sko. Það voru fáir á og bátnum og fiskuðu mikið og launin voru þar eftir mjög góð og ég bjó bara hjá þeim í herberginu á Gunnu og við höfum það bara ágætt, sko. Og tengdapabbi var náttúrulega nærgasta fyllibitta líka, sko. Og eins og pabbi minn. Ég meina við Gunna, við erum komin úr svona alkohólísku umhverfi. Pabbi var algjör fyllibitta og það var Júli líka. Algjör rakin fyllibitta, sko. Og
og ég var til sjós með Júli heldur bara í 3-4 ár og hérna á alls konar bæði á netum og alls konar handfærum og hérna alls konar hérna útgerðum og hérna ég hafði það bara þokkalegt sko en hérna en það ekki Júla að þakka ég á Hlíf í dag sko, ég meina hann hérna sko ég hef nú oft staðið fyrir fram að stöðan styr og það var nú þar vildi bara í fyrstu skipti sem að sko ég meina við vorum á fullu stími, fullri siglingu frá Reykjavík og vorum fara norður á Hólmavík og ætlum að vera þar yfir sumarið og fiska á handfærum sko og þegar ég vakna eitthvað á nóttunum og kem upp í brúna sko að þá liggur kallinn bara steindauður framan á radarinn sko, áfengisdauður og báturinn á bullandi siglingu sko. Og þetta var oft svona sko að hérna það var að fara inn á hafnir, það var að fara inn í Grindavík og alls konar hafnir til þess að ná sér í brennju og svo bara fara á fyllir í sko, þetta sjó. Og hérna bara Guðs mildi sko að hérna að maður skulle koma lifandi frá þessu og hérna að það skulle ekki hafa dreipið okkur alla hana eða okkur alla, við vorum bara 2-3 þá sko borð á þessu á sömavertíðan og hérna þetta voru ævintýraferðir ferðir, svakalega ævintýraferðir. Nú hérna já ég bjó hjá þeim síðan hérna síðan hætti ég til sjós og fór að samning í húsasmíðum. Mér langaði að verða smiður og hérna mér langaði ekki að vera sjómaður skilur, það var góðir peningar en það var ekki það sem mér langaði til að gera. Mér langaði til að vera smiður og hérna ég fór á samning í húsasmíði og hérna það fannst Lilju tengdamömmu algjört ábyrgðarleysi, algjört og hérna maður var tekinn á teppið fyrir það að maður getum ekki farið í skóla, komið með fjölskyldu og hérna var mjög óánægð með það að hérna ég skuldi að gert það en ég stóð með sjálfum mér og ég fór í hérna, ég þurfti að taka upp 4. bekkinn eða semst 9. bekkinn og nýtt vegna þess að ég hafði ekki klárað hann, ég hafði flæmstu skóla og var ekki með hérna grunnskólapróf og hvað þetta heitir og hérna þannig að ég auðvitað sittast á skólabekk en ég vann alltaf öll kvöld sko og hérna og sá Olma framflýta okkur sko. Það var ekki málið en þetta var svona einhvern veginn svona ríkt í þessu fólki sko að hérna ándi bara að sjómaður sko og það vildi ég ekki. Og hérna ég gerði þessu fólki mikið greiða skilur á sínu tíma. Ég hérna skiptum allt þaki á Langholtsveginum og hérna hvað er þetta? Og hérna skiptum allt þaki á Langholtsveginum og fékk að launum fyrir það eina metabó-vélsög sem ég var bara mjög ánægður með. Það voru ekki allir hérna lærlingar á þeim tíma sem áttu hérna vélsög en það var hérna það sem ég fékk að launum fyrir það og ég sett aldrei neitt út á það í sjálfu sér skilur. Þú veist að hérna þó að borgunin hafi verið svona smámunulega en ég bara segja það, ég gerði allt til þess að þóknast þessu fólki, skipti með eldhúsinu, eða tók eldhús allt í gegn og hérna en það var náttúrulega minn löstur að ég drakk svo mikið sko, og var svona svolítið erfiður oft með víni sko. Oft drukkum við Júli saman líka og hérna svo var Ragga systir Gunnu, hún var með nonna hérna Jón Ingiberg sem var hérna kom frá Flateyri líka, var á þeim tíma algjör engill sko, hann var bindindismaður, hann hvorki reykti né drakk og hérna og þótti hinn mannkosti besti og hérna þau voru saman, Ragga og hann og ég og Gunnu og hérna einu sinni sagði Júli þá fyllir hann satt heima í stofu heima hjá sér sko og þá sagði hann það eitthvað hérna, já sko Nonni, hann besti tengdasonur sko, og þetta fór óbærslega fyrir brjóstið á mér sko, því að Nonni var sko
Nonni var engin hérna, ok, hann reykti ekki og drakk ekki, en hann var engin, sko, ég var með hann til sjós og hérna, og þar var hann ekkert hérna neitt bógur, skilu, og hérna, en Júlla fannst hann besti tengdason, en þátt fyrir það að hérna, ég hef verið búinn að vera með til sjós í mörg ár og gert upp allt húsið hans og eldhúsið og allt þetta og fyrir náðast enga borgun, skilu, að þá mat hann Jón einhvern veginn meira en mig og það fór svolítið í töðuna á mig, sko, og hérna, og ég, þú veist, þetta fólk hérna, það var mér, sko, fyrir mér var þetta ekkert hérna, þetta bara ömurlegt fólk, skilu, þetta var bara fólk sem að, þú veist, kom illa fram við mig og hérna, þú veist, og mér var alls ekkert vel við það. Lilja var alveg ótrúlega stjórnsöm og með fingurnar öllu og hérna vildi stýra og stjórna öllu, sko, og kallið hann bara fyllivitað og lét það sem út af sér sem hún sýndist á og þegar og hérna og þessi smyggur og hérna mér þótti ekki þetta fólk, skilur, alls ekki. Það var fólk sem að mér líka ekkert við þó svo að hérna við umgengis svona nálægt hvort öðru. En hérna svo vorum við einhvern tímann í hérna, ég held að við erum í Þórskarfjöksta, ég og Gunnar, hún fyrst full og sunnudagsmorgni þá kemur Lilja inn í herbyggju og hérna þá vorum við komið í eigið húsnæði upp í Hraunbæ sem við keyptum og hérna tilbúin til trefvirk og svo hérna máluðu og gerði það stand og hérna og fluttu þangað og hérna á þessu sunnudagsmorgni þá kemur Lilja inn í herbyggju til okkar og segir það að nú ætli Ragga og Nonni að gifta sig og hvort að við hérna kemum bara ekki með, komdu Alexandra, komdu og hérna, komdu og við einhvern veginn sögum bara já, við vorum bara krakkar, sko, og hérna og þá sem það lá fyrir henni fannst þetta svona þetta var svona fjárhagslega sko hagkvæmt fyrir hana að hérna slá bara systrunum saman í eitt brúðkaup, sko, og hérna þannig að Lilja sá það að bera upp bónorðið og hérna og við bara flutum með í þessu brúðkaupi svona sem ykkur svona viðhengin á það, sko, þetta var ótrúlega skrítið, en svo var það nú samt og hérna og við giftum okkur og hérna, ég man ekki hvað ár það var, það sem að verið 77, 8, sko. Og hérna svo fluttu þarna inn í Hraunbæinn og hérna ég var að vinna við að smíða og vann alla daga og öll kvöld og Gunnar var að vinna í vettlingaverksmiðjunni og hérna svona rúlaði þetta, sko, en hérna og svo var Gunnar ófrísk. Svo var hann ófrísk þarna. Já, og hérna reyndar ekki fyrsta skipti, hún hafði orðið ófrísk áður, ég held að hann hafi verið ófrísk þegar hún var 16 ára og þá hérna tók mamman Lilja fram fyrir hendurnar og hérna sendi Gunnu í fóstureyðingu hérna í gegnum systur sína sem var formaður hjúkrunarkvennafélagsins sem ordnaði því þannig að Gunna fór í fóstureyðingu og hérna ég hafði ekkert það að segja, sko. Ég veit ekkert hvort að Gunnar hafði eitthvað það að segja heldur, en svoleiðis var það. En hérna, síðan var það ófrísk hérna, 78 lítur að vera, og þá var ég orðinn 21 og þá var Gunnar orðinn 19-20 og hérna, og Lilja Björg fæddist og mér fannst það alveg ótrúlega skemmtilegt að vera pabbi, alveg svakalega, því að ég þá var ekkert algengt að það var rétt að byrja að feður væri viðstödd í fæðingar, sko. Þá satt maður ykkur í biðsal hérna fyrir framan fæðingardeildina, sko. Og svo þegar það var komið að þessu þá var maður kallaður inn og fékk að vera inni, sko. Ég stóð bara svona höfðagafli með einhverja gasgrími sem maður hafði sagt að gefa henni þegar hún þyrfti á að halda, sko. Ég var svo viðkvæður fyrir blóðu og öllu svona, ég þorði aldrei að kíkja hérna niður og sjá barnið koma en eitthvað heldur var ég bara þarna og hérna með þessa gasgrími og síðan fæddist Lilja Björg og hérna
það var nú fyrsta skipti sem ég sá nýfætt barn. Ég hef nú sagt það áður og svona nýfætt börn er ekki það fallegasta sem ég hef séð, sko. Hún var öll blá og marin og svona eins og nýfætt börn eru en ég var alveg ótrúlega lukkulegur með þetta, alveg svakalega lukkulegur með að vera pabbi. Og á þessum tíma þá var ég örugglega til sjós með Júlla, sko. Því að ég man það að sko Lilja náttúrulega tók yfir völdin þegar barnið kom heim, sko. Mér var svona einhvern veginn gerð grein fyrir því að ég kynni ekkert barnauppeldi að fara með börn, og ég fikk að skipta bleiur og svona, sko, en það var svona Lilja, sko, hún var svona kennarinn, sko, og dæmdi hvað maður hæfur til að gera og ekki. Og ég man það að ég var með svona klukku, sko, með leðuról og Lilli Björk fannst alveg svakalega gott að naga þessa leðuról og sótti mikið í það, og þá greip Gellingi fram og bara skvill, sko, hún lét þetta barni vera að naga þessa ól og eitthvað svona, sko. Hún algjörlega, sko, hún lét maður, sko, virkilega finna fyrir því að maður væri, sko, ekkert maður verið tæplega hæfur til þess að sjá sitt eigið barn. En hvað það? Svo kom að því að það átti að skýra barnið og Gunna kom með það að hún vildi skýra barnið Lilju, hún vildi skýra hana Lilju. Ég sagði þvert nei, ég vildi ekki skýra barnið Lilju. Bara fyrir að fyrsta þá var mér ekkert vel við kellinguna, og í öðru lagi þá er ég bara á móti því að það sé verið að skýra börn eftir einhverju fólki, vegna þess að sko það skapar alltaf einhverja svona óánægju ef maður stýrir barn eftir einhverjum einum, þá eftir einnum ömmunni eða pappanum eða eitthvað, þá verður annar móðgaður og þú veist alveg hvernig það er og mér finnst það algjör óþarfi að stýra börn í höfuð á einhverjum og allra síst foreldrum sínum. En hún sótti þetta hart fram og ég stóð alveg fastur á mínum að ég vildi ekki að barnið héti Lilja, alls ekki. En að loku þá gafst ég upp, skilur, og það var svona málamiðlun að ég fekk að velja millinafni, sko, og það var Björk. Þannig að hún var skírð Lilja Björk og Lilja í höfuðammu sinni og svo var Björk það sem nafni sem ég valdi til þess að ég meina, ég vildi ekkert velja Margrét, þetta er mömmu minni, ég vildi ekkert að barnið héti Lilja Margrét eða hlaða einhverjum allir ættinni á nafn barnsins. Ég vildi það alls ekki, sko, og ég bara, mér fannst Björk fallegt og sterkt nafn og þess vegna var hún, sko, skýrð Lilja Björk Kjartansdóttir og það gat ég sætt mig við eða gat ekki sætt mig við, það gekkst ég með á og þannig nú nafnið hennar tilkomið og síðan bara gengur lífið sér vana gangi. Ég meina, við bara unnum og svo fyllir og svona, ég meina, og það breyttist ekkert hjá mér í mínu brennismálum þó svo að ég hefði orðið pabbi, var það alveg sama sagan og svo var það þegar við bjuggum á Rauðalæknum, alltaf ekki verið 1981, að ég vaknaði upp og öll íbúinn í blóði, það hefði kýlt í gegnum einhverja rúður, sko, og hafði verið í klúbbnum kvöldu áður og Gunna var farin, sko, og síðan fékk ég heyri það að hún hefði farið vestur á Flateyri til Röggu, systur sinnar, og hún vildi bara skilja og þá vissi ég ekkert hvað það gera, sko. Ég átti hann ekki það sjálfur hvað ég var rosalega langt leiddur í brennivíninu, sko. En það kostaði það að ég var á fyllir í 3 vikur heima, held ég að verið, sko. Og mamma, hún kom með einhverja 2 svona amen, eða hún kom heim og sagðist hafa sambandið okkur 2 amen og ég hvort ég vildi hitta það og ég fór að hitti það, sko, þessa amen, og þeir tókum á fyrsta AA-fundi sem fór á í Háskólabíó á föstudagi langa 1983
hlýtur að vera. Og ég var skjálfandur á beinuna sko, ég meina ég hef búin að fyllir í lengi sko og allt það. En síðan strax eftir páskana þá er ég innritaður inn á Vog. Nei, ekki inn á Vog, inn á Sílingabóll. Og hérna, sem sagt þá, bara þriðjudeginum eftir páska, að þá er ég mættur á sloppinn upp á Sílingabólli og hitti það Þórarin Tyrfingsson í fyrsta skipti og það er mín svona fyrsta áfengismeðferð. Og hérna, nú ætlum ég að láta þetta staðan mig hér og síðan hérna segja frá hvernig hérna málum þróast eftir þessa meðferð. En hérna, það kannski lítur út fyrir eða svona kannski lítur út að hérna að ég hérna þó ég segi að Lilja eða tengdamamma hafi verið svakalega stjórnsöm sem hún var og hérna og það var enda mamma mín líka skilur. Hún var líka mjög stjórnsöm og hérna það var svona allir vildu ráðskast með okkur skilur. Við vorum svona eins og við erum ekkert hæf til að lifa okkar lífi skilur. Það voru allir með tuttana í því sem við vorum að gera og þannig var þetta bara þá sko en í mínum huga sko þá var ég mjög ósáttur bæði við að hana Lilju og kannski minna við Júlla því að hann var nú bara eins og hann var en Lilju var ég mjög ósáttur við hana og það skýrir kannski það fyrir þér núna til dæmis þetta með þetta nafnarugláni Lilju Björk að ég var alls ekkert sáttur við það, langt í frá og mun aldrei vera sáttur við það, aldrei. Bara fyrir að fyrsta og maður aldrei að bera þarna, þannig er það bara. En hérna, ég ætla svo næst þegar að ég kemst í þá ætla ég að fara með þér í hérna hvernig var eftir fyrstu meðferðina. Ég var reyndar edrú út 2,5 ár þá og hérna, ég kem að því seinna. Takk fyrir. Ég bið heilsu öllum.